Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur. Komið bless og sæl, við heilsum ykkur héðan úr landi Kiðjabergs og á eftir ætlum við að skoða pínlítið betur þessa fallegu jörð í Grímsnesinu. Við ætlum líka í heimsókn upp í Búrfellsvirkjun og svo það nám í fjallamennsku. Slíkt nám nú í boði í Fjölbrautaskóla Austur-Skaftfellinga á Höfn og bæði hagnýtt og spennandi. Ég vildi að þetta hefði verið til þegar ég var í þessum stað í lífinu. En fyrsti viðkomustaður okkar í Bragga í Birtingaholti. Þetta kaffi hérna frá Burundi. Það örlítið þéttar en mörg önnur sem við höfum verið með í bragðinu. Mjög svona sætt og rúnað og dálítið svona möndlur og þess að þetta kemur. Smá ávöxtur og alveg yndislegt kaffi. Við hellum alltaf upp á kaffi bara fyrir hvern og einn. Þá þetta bara svona þessi gamaldags uppáhellingur sem hefur verið svona auðlostandi nýja lífsdaga núna í kaffiheiminum síðustu árin. Og þá það bara alltaf ferskt og nýbruggað og fallegt fyrir hvern og einn. Við vigtum upp kaffi, 25 grömm af kaffi, og svo lögum við kaffið á vikt líka. Þannig að þá getur maður alltaf verið viss að maður sé með svona rétt hlutfall á milli vatns og kaffis og fær maður alltaf svona eins lögun, eða svona semi-eins. Við byrjum alltaf að setja bara svona cirka 30 grömm af vatni, svona til að væta þetta allt saman og þá svona fer loftið eða gasið úr kaffinu og þá svona auðveldar að ná jöfnu bragði úr kaffinu eftir á. Og svo tökum við tíman að þau líka. Það hefur verið að hella upp á í Bragganum í Birtingaholti. Sumarið komið og mæðgurnar Erna og Lára tilbúnar í fjörið sem að fylgir næstu mánuðum. Lára kennir jóga í Bragganum á veturna og Erna starfar sem myndlistarkona og kaffibarþjónn í Noregi. En leið og daginn fyrir að lengja hefjast þar handa í gömlu kartöflugeymslunni. Hérna voru kartöflur, hérna voru 60 tonn kartöflum inn í þessari geymslu og þetta var besta geymslan okkar, við hafum fleiri geymslur annar staðar. Og hérna geymdum við svona þetta fínasta útsæði sem við áttum. Þannig að það svolítið athyglisvert þegar maður kemur hérna leitandi að Bragganum og sér svo bara eitthvað allt annað. Já, fólk kemur hérna oft inn og segir, heyrðu, hvað þetta? Það ekki Braggi hérna. En svo kemur og kíkir hérna inn og sér Braggan. Hann finnst? Já, hann finnst að lokum. Og einu sinni kom hérna rúta með 70 manns og stoppaði og svo fór allt fólkið inn og inn í Braggan og svo löngu setna kom bílstjórinn inn og kíkir hérna og segir, hvað gerðirðu við fólkið? Og það hvarf í Braggan. Þetta svona ákveðin vertíð hjá okkur fjölskyldunni. Opnum svona í byrjun júní og lokar svona í endan ágúst. Og þá erum við bara eiginlega alla daga. Ég ofta að vinna hérna á vinnustofunni á opnunartíma og ég sést bara að hella í mót og taka úr mótum og pússa og glerja og allt þetta. Þannig að fólk getur fengið svona góða innsýn inn í bara ferlið sem liggur á baki þess sem maður að gera og vörunum og öllu saman. Og fólk hefur verið mjög forvitið um það, þennan feril og hvaðan hlutirnir koma og svona, sem hefur verið mjög skemmtilegt. Og svo erum við bara með kaffihúsina frammi og þá yfirleitt einn á vakt þar, einn á vakt hérna inni og þannig að við bara byrjum daginn á náttúrulega bara að smella í pönsur og baka og skera brauðið og það allt saman, gera tilbúið. Þessi hérna vasi, hann átti upphaflega að vera undir kaffið. En svo hentaði hann hans illa í það, þannig að hann var bara svona sumarblóma vasa, þessi hérna. Og hann þetta form sem samsettur úr tveimur formum. Efri parturinn svona form sem ég hef notað mjög mikið, þar sem ég tók mót af svona gömlum bolla hérna, þannig að ég sjá þetta hérna sama lagið á þessu. Svo tálkaði ég svona til hérna neðri part. Og einhver saga á baku hérna bolla, sem fyrir myndina? Ég fann þennan bolla út í geymslu sem við eigum. Hann var vinkonuna mömmu fékk hann í brúðkaupsgjöf, víst. Og hann einhvern veginn endaði hérna hjá okkur.
Þannig að það gaman að nota svona söguna bak við þetta og vita hvaðan það kemur og halda svo áfram með hann. Þau eru líka alveg gift í dag og svona. Þannig að þetta alveg örugt. Þetta alveg örugt, sko. Þannig kannski bara frábær brúðargjöf. Já, nákvæmlega. En færið alveg vinnufrið? Það svona allur gangur á því, sko. Ég get alveg játa, ég oft á kvöldin, sko. Þannig að klára og pússa og græja og gera. Og ofta einmitt að setja í ofnum, sko, því ég brenni bara yfir nóttina. Það hitar voðalega mikið inni. Ef hann í gangi yfir daginn. Prófum að hafa kaffihús og það gekk ágætlega, sko, svona fyrsta árið. Og okkur langar líka til að nota það sem hér í Hrunamannahreppi og í kring hráefni. Af því við erum náttúrulega með svo mikla garðyrkju á Flúðum og í kring. Og stóra kartöfluræktir líka og hveitið og mjölið frá henni Fjólu frænku hinum megin. Þannig við ákváðum að prófa að nýta okkur þetta efni. Og það hefur gengið bara ágætlega. Við erum að þróa til dæmis að búa til súrdeigsvöflur og súrdeigsbrauð og alls konar hluti, rabarbarasaft og með hvönn og svo notum við fjólur og í te og jurtirnar sem eru í kringum okkur. En hvað ætlar að gera af alla þessa fíbla? Já, þessi fíblar, þeir hafa verið að þurrka þá, svo tökum við þau sundur og notum það í fíblaköku. Mér langar rosalega mikið til þess að það verði bara svona hálfgerð menningarmiðstöð næstum. Þannig að fólk geti bara komið í heimsókn og aðrir listamenn geti komið og unnið og þess vegna verið með sýningar og tónleika og leiksýningar eða hvað sem Ég er opin fyrir öllu saman. Þannig ég held að það væri voða gaman. Við höfum verið með tónleika sem var alveg æðislegt. Þá settum við upp bara sviðin í enda og þar var hljómsveitin að spila og fylltum bara rýmið af fólki. Og þetta rými hentar rosalega vel fyrir svona sjó. Þannig að það mjög gaman. Við erum stödd á Gullnarhringnum og sannarlega ekki í fyrsta skipti á þessu ári. Við höfum enga tölu á því hvað við erum búin að keyra oft framhjá skilti sem ástendur Kiðjaberg. En það var ekki fyrir núna sem við létum það eftir okkur að beygja út af Biskupstungnabrautinni og við skulum sjá hvað beið okkar. Það upplifun að keyra Kiðjabergsveginn í átt að Hvítá. Allt í einu breytist landslagið og einhverjir hafa sagt að þetta sé eins og að detta óvart inn í áður óþekkta paradís. Félag húsasmíðameistara á jörðina Kiðjaberg og þar meðal annars að finna 18 holu golfvöll sem að áhugasamir félagsmenn réðust í að gera fyrir rúmum 20 árum. Ég held að við höfum ekki hugsað neitt. Það var svona ákveð að taka bara eitt skref í einu og gera þetta svona hægt og rólega en við höfðum enga þolinmæði það því við vildum byrja að spila strax. Það sem þetta rauða hús þarna, það gamli fyrsti teigurinn. Þá var spilað uppbyttir og svo inn úr. Manstu hvað leið langur tími frá því þið byrjuðu og þangað til þið fóruð að geta slegið? Það var innan við 2 ár sem að byrja að spila á einhverjum 5-6 hólum og svo komu hinnar inn svona koll að kolli. En hvenær stækkuðu þið svo? Við byrjuðum á að stækka völlinn 2003 og við opnuðum hann síðan og vígðum 2005. Og spiluðum haustið 2004 svona pröfumót því að við gátum ekki heldur beðið þá. Við urðum að fara og prófa. En nú hugsuðu þetta fyrst svona fyrir ykkur, þetta var svona hefðarvöllur fyrir húsasmíðameistara, má ekki segja það? Jú, þetta átti að vera þannig að þetta átti bara að vera lokaður svona klíkuvöllur og ætluðu bara að leika okkur. En hvenær opnuðu þið svo? Það svona fljótlega eftir að við stofnum Golfklúbb Kiðjaberg sem 1993. Við opnum ekki svona fyrir almenning í kringu 1995-06 og þá var það svona aðalega fólk að svæðinu sem kom og gekk í klúbbinn og svo hefur náttúrulega bara verið stöðu fjölgun upp frá því og í dag eru tæplega 400 félagsmenn. En þetta voru bara fyrst einhverju 30. Hvernig að spila á þessum velli? Það mjög skemmtilegt en hann mjög krefjandi og mikil áskorun fyrir kylfinga og hann mjög svona hæðóttur og getur refsað. Fólk á auðvitað að tína boltum og svona en góðir kylfingar og svona þessi meðalkylfingar að þeir fíla þetta í tætlur eins og maðurinn sagði að spila Þetta bara eitt bestu völlur landsins.
kyrrð inn og vera svona einn undir náttúrunni, það toppurinn hérna. Ertu búin að spila hérna lengi? Já, þetta örugglega orðin einhver 6 ár eða eitthvað. Ég bara hlakka alltaf til að koma hingað. Það líka lítil trafík og enginn trufla mann svona alla jafna. En áttu þér einhvern uppáhaldsstað hérna? Uppáhaldsholu? Já, það er góð spurning. Ég hugsa nú að maður er svona ástar- og hatursambandi kannski við, 15. Hún er mjög skemmtileg. Við erum að fá svona á bilinu 13 til 15.000 leikna hringi á ári. Og við vorum svona í einhverju depur þetta í fyrra sumar því að það ringdi allan júlí og maður skildi vel að fólk vildi ekki koma og spila. Völlurinn var náttúrulega bara stórglæsilegur en veðrið setti strik í reikningin þannig að við vorum farnir að örvænta því að tekjurnar urðu náttúrulega minni en svo lagaðist veðrið í ágúst og þá var ágúst metmánuður hérna og september þannig að þegar við tókum og gerðum upp árið að þá var 5 milljón króna aukning í tekjum og við skildum bara ekkert í því. En hvað með útlendinga? Þeir eru að koma hérna í töluverðum mæli og það er alltaf að aukast og við erum bæði að fá stóra hópa svona í gegnum ferðaskriftur erlendis frá og síðan er mikið það að það er að koma svona bara einn og spila og við erum með hérna upp á þjóðvegi, það er svona golfkúla og fánar þar og þetta er við gullna hringinn og það er mikið það að það eru kannski einhverjir að keyra hérna og sjá allt í einu þessa golfkúlu og fána og segja, heyrðu það er golfvöllur hérna, ef ekki að renna þetta niður yfir. Svo þegar þeir koma hérna þá leigja þeir sett og fara að spila og eru alveg rosalega ánægðir og hérna koma jafnvel aftur og aftur. Það er eitt gott dæmi, það er hérna voru hollendingur eða hjón frá Hollandi sem komu hérna fyrir 3 árum og þau duttu einmitt inn svona, bara sáu hérna kúluna og komu hérna niður og spiluðu og síðan fór hann heim til sín og plataði 8 vini sína til þess að koma hérna í september sama ár og þeir komu hérna og spiluðu og alveg rosalega ánægðir og svo komu þeir aftur árið eftir og þá eru orðið 16. Þannig að þetta svona fjölgar alltaf og svona vindur utan á sig og ég var að fá post frá honum daginn og þá eru þeir að koma 24. Þannig að þetta er alveg ótrúlegt. Þú veist ekkert hvað þetta endar. Nei, hvað þetta endar sko. Og svona bara fyrir þá sem að vilja nú kannski fá að renna til ykkar, þarf maður ekki að hringja undan sér? Það er mjög gott allavega en menn ætla að spila sérstaklega helgar að bóka tíma en svona já, fyrir part vikunar er yfirleitt kannski hægt að renna hérna niður yfir og koma að stað. En ef það er mjög gott veður og svoleiðis þá er bara allt fullt. Þetta er nám á framhaldsskólastigi og er, eins og nafnið segir, nám í fjallamennsku og þetta er í rauninni nám sem á að skila einstaklingunum út tiltölulega vel í stakk búnum til þess að takast á við alls konar ferðalög og komast heil heim. Það er farið yfir svona grunnþætti í flest öllu sem tengist fjallamennsku. Það er hvernig þú átt að búa þig og hvernig þú átt að pakka, hvernig er að vera í tjaldi í einhverja daga í einu, velja leiðina sem þú ætlar að fara, skoða kort, læra GPS og áttavita. Það er farið á jökla og þau læra að velja réttu leiðirnar þar. Þau læra sprungubjörgun, félagabjörgun til þess að vera alveg safe. Og það er farið yfir línuvinnu, það er farið í klettaklifur, útbúa tryggingar og setja þær upp. Og þverum straumvatna og næsta vetur verðum við líka með, sem er nýtt, verðum við með skíði. Þannig að þau læra grunntækni í skíðamennsku, bæði bara innanbrautar og svo verður jafnvel farið í utanbrautarskíðun líka. Þannig að þetta er, myndi ég segja, svona öll flóran, allt sem þú þarft að vita. Sumarið var rétt svo farið að standa undir nafni þegar við vorum farin að huga að haustinu og lærdómi næsta vetrar. Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu býður upp á nám í fjallamennsku. Námið er bæði bóklegt og verklegt og segja má að hugmyndin hafi kviknað þegar Vatnajökulsþjóðgarður var til.
Okkur langar náttúrulega að stækka og tengja þetta ennþá meira yngri aldurshópunum okkar og yngra fólki sjá í möguleika í því hvaða tækifæri bjóðast í fjallamennsku, ferðamennsku, útivist og bara eins og síðustu árum hefur aukningin hér orðið gífurlega á þessu svæði. Fjöldi ferðamanna og fjöldi ferðaþjónustu fyrirtækja sem byggir á þessu, skipuleggur, ferðir, gönguferðir, lengri og styttri og tækifærin eru óþrjótandi. Kennslustofan þín ekki alveg hefðbundin, hvernig hún? Hún nú bara voða svipuð eins og gæti alveg eins verið hér. Þegar við erum í fjallaumhverfi þá erum við upp í fjöllunum og á jöklunum þá erum við á jöklunum og við erum mestmegnis út í náttúrunni þegar ég að kenna. Og hvernig þessi verklega kennsla? Við byrjum á því að bara búa til algjöran grunn hjá fólki og fyrsti áfanginn hjá okkur til dæmis hnútar og sig og akkeri. Hann fer fram á Höfn og 2 daga áfangi og svo förum við í framhaldi, beinu framhaldi af því förum við á stærsta klifusvæði á Íslandi sem í Öræfasveit sem heitir Hnappavellir í gömlum sjávarhömrum og þar erum við síðan í 3 daga og gistum í tjaldi og eldum okkur mat á prímus og þetta snýst eingöngu hjá okkur að bara búa til persónulega færni og vekja áhuga hjá fólki og efla þá þætti sem þau jafnvel hafa fyrir. Það má segja kannski að þetta sé blanda af fjarnámi og staðnámi. Eins og þetta verður kennt núna næsta vetur að þá þetta kennt í svona lotum og þá bara búið að setja upp dagskrána fyrir allan veturinn og þá geta nemendur mætt á svæðið á þeim degi sem þið byrjað og þá það kannski í 4 til 6 daga í einu og tekur kannski eitthvað bóklegt áður en farið í ferð, svo farið í ferð og farið yfir það efni sem á að fara yfir þar og svo komið heim aftur og þá þessu kannski lokað með einhverjum bóklegum tímum eftir það og svo fer fólk bara heim til sín. En þetta líka í rauninni þeir sem eru í framhaldsskólanum á Höfn, að þeir auðvitað geta líka verið í þessu og eru þá kannski í öðru námi með. Að þú getur tekið þetta sem part af stúdentsprófi. Hvað það sem hefur komið nemendunum þínu mest á óvart? Hvað þetta í rauninni skemmtilegt. Það eiginlega það sem ég fæ oftast að heyra á hvað fólk ánægt þegar það gengur út, hvað það í rauninni það kemur inn með ákveðnar væntingar hvað það vill læra og svo þegar það búið þá einhvern veginn var það svo miklu meira heldur en það sem þau höfðu gert sér í hugalund með áður en þau voru að leggja af stað. Þannig að við það eiginlega svolítið skemmtilegt og fyrir mig persónulega að sjá nemendur koma inn sem að kunna mismikið og gjörsamlega bara takast á flug og heillast af þessum ýmsum þáttum sem við erum að kennast, hvort sem það klifur eða fjallamennska eða hvað sko. Ég trúi því fastlega að það sé bara verulega mannbætandi að vera úti fyrir alla, ekki bara krakka í skóla eða bara fullorðið fólk, heldur bara alla og það ætti að setja útivist mun meira inn í allt nám, ekki bara af því þú velur það. Það á bara að vera partur af því að vera í skóla að vera í útivist, finnst mér. Ég vildi að þetta hefði verið til þegar ég var í þessum stað í lífinu. Nei, leiðin lýkur ekki heim í Búðardal heldur í Þjórsárdalinn í leitastemningunni sem að flest okkar þekkja aðeins úr margfrægum texta Þorsteins Eggertssonar. Já, þetta var svona gullgrafara tímabil okkar sko. Þetta var náttúrulega á þeim árum, þetta var atvinnuleysi, allt inni bara geta menn farið hing og hirt upp alveg rífandi tekjur og það var bara hvergi annars það hægt að fá það á þeim árum. Búrfellsvirkjun var gangsett árið 1969 og í kjölfar hennar kom svo Sigöldustöðin.
Það er varla hægt að ímynda sér þær breytingar sem að fylgdu í kjölfarið, ekki síst fyrir íbúana í sveitinni. 1967 þegar byggingartímabilið er mestum að vera, þá eru verða búsettir bara hér í Gnúpverjahreppi 600 manns. Það verða 300 nýjir innflytjendur og þetta eru allt saman hátekjumenn. Þetta gjörbreytti allu í sveitinni. Það komu ákaflega margir og prófuðu að vinna hérna, en það má segja að kannski stór hluti gafst upp fljótlega. Það var svona harður kjarni sem varð eftir og til dæmis fyrstu búðirnar sem að voru reistar hérna fyrir starfsfólkið. Það voru hérna austan við Samstæða Múlans og það var kannski ágætis lýsing á aðstæðunum að þetta fékk strax nafnið Síbería. Og seinna þegar að þessar búðir voru lagðar af og betri hús byggð, þá fengu starfsmenn, fastráðin starfsmenn, þessi hús sem hesthús. Og þessi íbúðarhúsum þeim var breytt í hesthús. Og þetta var mikið fjör og stofnað hérna félagskapur, hagsmunafélag hestamanna við Búrfell, HHB. Og að því ég bjó nú þarna í 10 km fjarlægð, þá passaði þetta svo vel að ríða á milli. Við vorum ofta að ríða á milli heilu næturnar fram og tilbaka. Þetta var svo gaman og við gátum ekki hætt. Nú erum við stödd í gamla stjórnherberginu. Hérna stóðu eða sátu vaktmennirnir og það var sólarhringsvakt. Aldrei færri en 2 menn á vaktinni. Og þetta voru síðan tækin sem þau notuðu. Þetta er vél 1. Þetta eru 6 vélar hérna. Vél 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og þessi mælar eru raunverulega forverar, tölvuskjánar. Og á þessum tíma voru menn bókstaflega með þetta í höndunum. Þeir voru að stýra með þessum tökkum, álagi og breyta og fylgjast með hvað fær út á línurnar. Þannig að þetta var svona, menn voru hér á tánum alveg gjörsamlega og máttu auðvitað aldrei fara út úr húsinu. Þetta samfélag sem var hérna, voru allir á svipuðum aldri eða? Já, það var nefnilega það skynsamlega þegar að farið var ráðamenn hérna, að það var ráðinir strákar sem voru þá milli 20 og 30, allir nýútskrifaður úr vélskólanum og þeir komu hérna allir með sína fjölskyldur og sumir með lítil börn en svo fóru nú börnin að verða til hérna líka og það var þegar að mest var þá voru líklega 30 börn sem voru flutt hérðan í 2 skólabílum í barnaskólan sem var þá Ásaskóli. Við héldum auðvitað að þetta yrði eilíft hér, en svo kom upp þessi tími þegar að þótti sjálfsagt að konur færi út að vinna og að börn færi í leikskóla, sem sumum í sveitinni þótti heldur skrítið. Þá var það að, það kom aldrei losað á þetta hérna. Karlarnir bjuggu áfram hérna, en fljótlega eftir það, þá fóru þeir líka að flytjast burtu og síðast íbúinn í Búrfelli sem var með lögheimili, hann flutti líklega bara einhvern tíman eftir 2000. Sá maður hafði líka verið stæðsti barnaeigandinn í skólanum í Sigöldu á sínum tíma. Þannig að hann var svona kannski mesti fjallamaðurinn í sér. Já, það er margt breytt. Engir sjarmurar lengur við Sigöldu og öllum aflstöðum á vatnasvæði Þjórsár og Tungnaár er nú stýrt frá stjórnstöð í Búrfellsvirkjun. Hér hafa menn bara myndir af bæði svæðinu öllu og ástandi á lónum og vélum og þetta geta menn bara skoðað í myndavélum, fjarstýrumyndavélum. Það er hérna sem að puttin er á púlsinum, sko. En hvernig er þetta hérna núna? Hér stund eru hestar og hesthús og er ekki menn í sauðfjárbúskap hér líka? Jú, það er eiginlega tiltölulega nýtilkomið að menn fari í sauðfjárbúskap og þeir hafa tekið hann með dálítlum stæl því að þetta er heilmargt fé hérna. Ég held að sé partur af því að
þeim finnst þeir þá eiga meira erindi réttinnar. Ég held að það sé kannski pínlítið svoleiðis, sko. Og lífið hefur sannarlega breyst í Búrfelli? Lífið hefur breyst mjög mikið. Búrfell var virkilega partur af sveitinni. Þeir höfðu alltaf menn í sveitarstjórn og ráðum og nefndum og þó að þetta væri ólík vinna, annars vegar þessi gamli hefðbundni sveitabúskapur og svo þetta nýja, þá samanlagast þetta ákaflega vel og þetta var mikill vinskapur á milli. Og engin svona ágreiningur sem... Nei, það var aldrei ágreiningur. Þetta var mikil samheldni. Ferskur og fljótlegur matur fyrir fjölskylduna og fyrirtækið. Grímur kokkur.